Nú gauri sem var hana áðan hana eitthvað, já, gauri hjólast. Hellaða gaur, skilur, þetta er ég. Herru, þessi gaur að tala að klám var svo vinsælt. Ég var eignast dóttur, ég stundum að horfa á klám með henni. Og því maður langar að læra dönsku. Þegar ég er búinn að vera erfitt með dönsku í skólanum. Ég var pælað að betra hún læri bara dönsku strax. Ég held að það væri sniðið, sko. Já, líka með þetta að skrýta, ég á hálf-víetnamskt barn. Og ekki dæma mig, ekki svona hann gafst upp og byrjaði með asískri gellu. Hún kann íslensku, kærasta mín. Og ég bý með nokkrum asískum konum og þetta er svona öðru sér þar. Þegar ég er að reyna að svæfa barnið mitt og þá er ég svona það bara íslenskar eitthvað. Svona kannski ekki aðeins að reyfa sig. Þá kemur mamman eitthvað með svona víetnamska aðferð til að svæfa barnið svona. Bendir eitthvað á YouTube og láta eitthvað svona vínast tekna eitthvað crazy rock og ég horfa á þessi sirkus í gangi og bara, já, nú geta að sofna kannski bara því að hún er illt í maganum eða með vaxtakippi eða eitthvað, ég veit ekki. En allavega næstur á svið er fucking æskuvinur minn Jón Magnús Arnarsson, gefið honum gott motherfucking clap! Góða kvöldið! Jón Magnús heiti ég, Arnarsson. Herra, ég var að lesa sjálfshjálparbók. Í henni stóð að fólk með lítið sjálfstraust eins og ég færi oft í uppistand. Hér er ég bara, mættur. Ég er kannski ekki með lítið sjálfstraust, ég er bara með svo lélega sjálfsmynd. Ég er alltaf úr fókus og rauð augu og alltaf svona hálfurinn í ramma. Svo er ég ég reyndi að taka selfie til dæmis daginn. Ég var ekki á henni. Það var bara einhver ókunnugur sem ég í þokkabót þekkti ekki neitt. Ég bara kannast ekkert við þennan ókunnuga mann sem er skrítið af því að ég er málkunnugur vel flestu ókunnugu fólki sem ég þekki, sko. Ég átti bara einn vin. Það var alltaf lagi, við vorum mjög nánir og mjög líkir, eiginlega alveg óhugnanlega líkir. Við vorum eiginlega, ekkert eiginlega, við vorum bara alveg eins. Við vorum bara einn og sami maðurinn, sko. Hann bjó í forstofunni hjá mér í augnhæð og einn daginn ætlaði ég að knúsa hann minn og ég bara, hann var alltaf svona kaldur og flatur, svona tilfinningarlega. En ég bara, mér kan knúsi þig, knúsi mig, knúsi. Og að lokum brotnaði hann alveg saman, sko. Það skar mig í hjartað. Já. Þeir reyndi tjáð mér að hún væri vampíra. Hann varpaði furðu litlum skugga á sambandið. Ég dauð skammaðist mín fyrir að hafa ekki komið auga á þetta fyrir en þetta bara flaug yfir höfuð á mér eins og bara, já, eins og leðurblaka. Þetta tók á, það voru svona ísa breytingar. Ég til dæmis þurfti að splæsa í rándýra líkkistu, það var svolítið blóðugt.
Og þetta bara tók á, ég var stressaður og svona, ég var farin að mæta til vinnu í gotneska kirkjugarðinum, alveg hvítur sko, strompur reykjandi líkistunagla. Eftir einhver næturlöngu rifrildi, ég meina þetta var bara eilífðara vesen. Ég er mikið Megas-fan, Megas-aðdáðandi. Og mér langar alltaf að hitta á kallinn, spjalla hann lírík og músík og svona og detti feeling og það. Og ég hringdi bara í umban hans og hann sagði mér bara að mæta henni í stúdíó þegar hann væri í upptökum. Og ég mæti þangað og býð hérna fyrir utan svona upptökuklefan og hann líður og ekkert bólur á kallinum og ég er eitthvað what the fuck og svo mæti bara svona upptökustjórinn úr upptökuklefanum og segir að hann sé bara upptökinn. Þannig að ég keypti bara plötuna. Það er ekki að sama, skilur, það er bara ekki að sama, sko. Já, ég og fyrirröndi sem hún heitir Herfa. Ekki að, jú, hún er, já, ég er bara að tengja fyrst núna. Já, hún lítur þá bara að fæðsna djöðli. Já, ok, allavega sem Herfa. Og við vorum að keyra sér til Egilsstaða og ég var hérna bara eitthvað að keyra eitthvað að spjalla og skipta og eitthvað svona að spjalla. Og hún alltaf rosa svona kindarleg og svona skömmustuleg eitthvað, hey baby, eitthvað, já, ekki vera reiður, næ, eitthvað svona. Og hún eitthvað, ég hef gleymt bíllyklunum, og bara snar hemla út í kant og bara, Herfa, þú gleymdi bíllyklunum. Við erum komin sko langleiðin á Melrakkasléttu, þú veist, allt og seint að snúa við núna. Það er nú ekki bensínkostnað. Æ, ég veit ekki, þessi ferð var bara meira og minna ónýt, sko. Bælið samt ef að mammútar hefði verið vampírur. Það hefði verið svolítið heavy. Alltaf bara eitthvað hellisbúarnir, eitthvað. Eitthvað. Nei, ok, aðeins svo langt aftur í fórnaldasöguna. Aðeins lengra, eitthvað, skara elda köku, eitthvað, mála á vegg, svo heyrðist bara eitthvað í náttmyrkrinu fyrir ofan og eitthvað, svo bara býður mammútinn bara í lágróðrinum, rauðið eigu og svona ógeðslega stóra skikkju, örgulega, megastóra skikkju. Og hann er alltaf fyrir að stinga tvo í einu, eða ekki? Bara, svo bara svona röltir hann á snæviþöktum sléttum Síberíu í Dungsljósinu. Sjá þetta ekki fyrir ykkur, eða? Svona myndrænt. Já, ég veit ekki. Svona virkar hausinn á mér. Partí. Fyrsti maðurinn til að taka niður pilsið á Völu Grand eftir aðgerð hlýtur að hugsa með sér þvílík ósköp eru þetta. Hlýtur bara að vera. Ég var að spá hérna, datt mér í hug bara í gær. Ég var eitthvað að hneykslast á Lance Armstrong, hérna mótuhjól. Já, einmitt, þess vegna vann alltaf þessar keppnir. Það er langt og undan öllum hinu, þeir eru bara einingjar. Nei, á Lance Armstrong og hann var auðvitað sviptur öllum sínum titlum þegar hann var uppvísað lyfjamisnotkun og það er Lance Armstrong sko, hjólreiðakappinn. En pælið samt, hvað með Neil Armstrong? Fyrsta manninn á tunglinu, til að ganga á tunglinu. Hvað hann orðið uppvísað að lyfjamisnotkun? Það var bara eitthvað, já Neil, hann eða er hann dauður eða? Segir mér sem lifandi og þú segir, nei, ég ætla að hætta að vera brandara, bara að hringja og tekka hvort það. Og hann bara eitthvað, já, hérna Nilli minn. Þetta er Ken hérna hjá Lyfjaeftirliti Bandaríkjanna og NASA, það er búið að sameina þessi embætti. Og Neil bara, já. Já, herru, kallinn minn, ég ætla bara að cut straight to the chase, það er búið að besta þig. Þú veist, þú varst á sterum, þú varst uppvísað lyfjamisnotkun og meðan þú varst að ganga á tunglinu og þú ert bara sviptur titlinum sem fyrsti maðurinn til að ganga á tunglinu. Ha? Þú ert ekki lengur fyrsti maðurinn til að ganga á tunglinu.
En ég var það. Nei, það er hérna Buzz Aldrin sem að beint sér í geimferðinu, hann er sér fyrsti maðurinn. Níl, já, við þurfum skóstarðina hérna. Bara það væri glata, en það er samt alveg möguleiki á því að það hafi gerst jafnvel. Eða geti gerst jafnvel. Eru komin á tíma það? Já, langt síðan. Langt síðan það? Æi, geða gaman? Ok, ég skal bara fara heim, skilur. Það er svo rekin og partí. Glata. Ég ætla ekki þetta mér bara hugna að þýst orð, hálf mínútu viðbót, að þýst orð sem heitir Treppenwitz. Og það er brilljant að eiga orðið við það. Það er akkurat fyrir mómentið þegar þú ert inn í partí, og þetta er engin djókur, mér er bara þetta í hug núna, þetta er svo sem ekkert sérstaklega fyndið. En sniðugt að þetta er svona fyrir það móment þegar þú gengur út á partíinu og stendur einn og ert eitthvað í frakkanum einum eitthvað út á tröppunum og svona glaðvarðið bak við þig og þú fattar svona comebackið sem það ert að koma með. Svona brandara sem þú varst alveg og það heitir bara svona Treppenwitz eða tröppubrandari sem er ógeðslega sniðugt.